Bæjarstjóri og bæjarritari. Ég býð ykkur hér til 394. fundar bæjarstjórnar Fjarðabyggðar sem haldinn í fundarsal hér á bæjarskrifstofunni á Reyðarfirði og segi hann hér með settan. Hér á dagskrá í dag eru nokkur mál. Það eru fundargerðir bæjarráðs 886, 887 og 888 og verða þær teknar saman til umræðu og atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir því andmælum. Síðan fundargerð skipulags- og framkvæmdanefndar númer 29 og fundargerðir fjölskyldunemndar númer 28 og 29 og verða þær einnig teknar saman til umræðu og atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir við því andmælum. Einnig eru fundargerðir hafnarstjórnar númer 323, stjórn menningarstofu númer 15 og fyrsta fundargerð nýs fjölmenningarráðs teknar fyrir. Síðan eru nokkur almenn mál. Það er umgengnisreglur íþróttavallar og Fjarðabyggðarhallarinnar en þar er vísað frá bæjarráði til staðfestingar bæjarstjórnar drögum að umgengnisreglum íþróttavalla Fjarðabyggðar og Fjarðabyggðarhallarinnar. Fjárhagsáætlun 2024 viðauki 5. Því er einnig vísað frá bæjarráði til staðfestingar bæjarstjórnar og að lokum er málstefna. Því er líka vísað frá bæjarráði til fyrri umræðu bæjarstjórnar málstefnu fyrir Fjarðabyggð. En þá göngum við til dagskrá og ég gef orðið laust fundargerðir bæjarráðs númer 886, 887 og 888 og Ragnar Sigurðsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Ragnar. Forseti, bæjarfulltrúar og aðra gestir, ég ætla að fara hérna yfir fundargerðir bæjarráðs númer 886, 87 og 88. Við byrjum hérna á fundargerð 886, þá er þar fyrsta mál á dagskrá áhrif kjarasamninga á síðasta ár og þarna var verið að gera grein fyrir þeim breytingum sem hafa orðið á gildandi launaáætlun sveitarfélagsins gagnvart síðasta ári og verður hér síðan til umræðu í fundargerðum á fundi bæjarstjórnar undir liðnum almenn mál þar sem við erum í viðauka gerð vegna þessara áhrifa en það er í rauninni þarna er verið að draga saman þær breytingar sem hafa verið gerðar frá 15. nóvember á síðasta ári og hafa þá áhrif á þá launaáætlun en launaáætlunin hækkar tæpar 50 milljónir króna og er því gert ráð fyrir að launakostnaður þess árs verði 5,5 milljarður og hefur þá hækkað samanlagt á síðasta ári 200 milljónir frá upphaflegu áætluninni. En það sem við erum að taka hér til afgreiðslu er þessar tæpar 48 milljónir. Annað var búið að taka tillit til. Í mál númer 1-2 þar er verið að fara yfir þær umsóknir sem að sveitarfélagið skilaði inn til umsóknar styrki úr fiskeldissjóði og þar ber þar fyrst að nefna umsókn vegna viðhalds á þaki Fjarðabyggðarhallarinnar. Það er orðið brýnt að huga að þakviðgerðum þar en það orðið býsna götótt. Það lekur orðið á fjölmörgum stöðum í höllinni og þolir einfaldlega ekki bið. Við erum að fara að skipta út ljósum og það var gert ráð fyrir því í framkvæmdaráætlun. Það var sömuleiðis gert ráð fyrir að fara í Fjarðabyggðarhöllina en það er ófjármagnað og ekki í fjárhagsáætluninni og við erum því að leitast leiða við að fjármagna viðgerðina á því og eitt af því er umsókn í fiskeldissjóð en framkvæmdakostnaður á þakinu er 200 milljónir króna. Svo var sótt gagnvart klæðningu á Reyðarfjarðarskóla. Það er sömuleiðis í fjárhagsáætlun og þar er sömuleiðis brýnt að fara í viðhald en jafnframt klæðningu til þess að fyrirbyggja enn frekara viðhald á skólahúsnæðinu. Og þetta er talsverð framkvæmt og áætlaður framkvæmdakostnaður á því er 25 milljónir. Gert ráð fyrir að byrja
í sumar á framkvæmdum. Þá einnig sótt enduruppbyggingu á Íslenska stríðsárasafninu. Eins og við flest vitum þá fór það mjög illa í óveðri hér á Reyðarfirði og stór hluti af safninu fór og braggar fóru í heilu lagi og þarna verið að sækja styrk til sjóðsins til þess að fara í enduruppbyggingu á safninu og geta farið að standa sómasamlega að þessu merkilega safni sem að stríðsárasafnið og endurvekja það til fyrri vegs og virðingar. Þá var einnig sótt varðveisluhús til þess að varðveisluhús safna til þess að geta farið að varðveita þá safnakosti og þá muni sem að eru í eigu sveitarfélagsins og eru geyma muni sveitarfélagsins sem að eru til sýninga í söfnum. Það orðið mjög nauðsynlegt að eiga slíkt varðveisluhús og þarna verið að sækja styrk til sjóðsins til þess að standast allar þær kröfur sem að gerðar eru til slíkra húsa en jafnframt verður þar hægt að nýta það til gagnageymslu. Þá einnig fráveita á Eskifirði. Þar eins og víða í Fjarðabyggð þörf á því að fara í fráveitu uppbyggingu og þarna erum við að horfa á hreinsunarkerfi á fráveitu sveitarfélagsins en jafnframt að sameina útrásir í hverjum byggðarkjarna og með þessu þá fyrirhugað að fara í verkefni sem snýr uppsetningu og tengingu hreinsivirkis fyrir fráveitur Eskifjarðar og framkvæmdakostnaður á því það bil 90 milljónir króna þannig að eins og þið sjáu þá sótt þarna talsvert af verkefnum, allt saman brýn verkefni og ég verð að segja það fyrir mitt leyti að framkvæmdasvið á hrós skilið fyrir vandaða afgreiðslu á umsóknunum og það var mjög svo vandað til verka og skilaði inn mjög flottum umsóknum að þessu sinni. Ég ætla að vinda mér í lið 1.6 sem að erindi sem að hefur verið hjá okkur varðandi akstur barna og knattspyrnuæfingar. KFA þarna að óska eftir rútuferð til þess að geta mætt þeim börnum sem að þar hafa verið að fara á knattspyrnuæfingar og við höfum verið í samtali við rútufyrirtækið og við erum að reyna að finna flöt á því að geta þá hagrætt þeim ferðum sem við erum þegar að bjóða upp á og erum þá að skoða hvaða nýtingar eru á þeim ferðum sem við erum með og sjá hvort að það sé ekki hægt að mæta þessum hóp án þess að stokka upp í aksturskerfin okkar og svo ætti að vera og við ættum að við erum svona að lenda þessu og erum að fara að kynna núna hvað og hverju viðunandi lausn held ég fyrir alla aðila sem leiðir ekki að sér verulegs kostnaðarauka ef nokkurs. Lið 1.7 þar fjölþætt heilsuefling fyrir eldri aldurshópa. Þetta mál sem hefur verið núna til kynningar hjá eldri aldurshópum og þá sem hafa verið að nýta sér Janusverkefnið og hefur bara fengið jákvæð viðbrögð. Þarna erum við að afgreiða drög að samningi þjálfun. Það í rauninni verið að manna Janusarverkefni, það engin breyting á Janusarverkefninu öðru leyti en svo að nú fáum við það svolítið til okkar að manna æfingar á vegum Janusarverkefnisins en áfram verður gæða verkefnið hjá Janusi, þar að segja mælingar og upplýsingagjöf og allt slíkt hjá þeim, þannig að þeir í rauninni fóstra verkefnið en við erum svona að taka þennan verkþátt sem snýr að þjálfun til okkar og þá til þess að efla íþróttafélögunum leið því að við höfum leitað til þeirra varðandi mönnun á þjálfurum og þetta var lagt fyrir þá í bæjarráði og við höfum samþykkt samningana en með þeirri tillögu að við tryggjum eftirfylgni
og eftirfylgni á samningnum og svona umhald á því. Í lið 1.8 þar var framlagt bréf frá Ungmennafélaginu Austra vegna íþróttahús á Eskifirði og þeim var þar tilkynnt að við erum áfram að vinna að lausnum í málum sem tengjast íþróttahúsi á Eskifirði og munum vera í sambandi við Austra þegar við erum komin lengra með málið og munum sannarlega vinna það með heimamönnum þegar að framlíða stundir. Þá ætla ég að vinda mér í fundargerð Bæjarráðs númer 887 og þar ætla ég að fara yfir í lið 2.2. Það áhrif kjarasamninga á launaáætlun 2025. Þar erum við að fara yfir áhrif nýrra kjarasamninga á launaáætlunina sem var gerð í fjárhagsáætlun fyrir þetta ár og í þeirri fjárhagsáætlunarvinnu þá lágu þetta ekki fyrir hvaða launahækkanir við værum að ræða þarna. Nú liggur það fyrir og við vorum með launaáætlun sem hljóðu upp á tæplega 5,5 milljarða króna en með þeim breytingum sem hafa orðið á núna þá eru komin upp í 5,9 milljarða og það 7,5% hækkun og af þeim hlutfall KÍ samningsins umtalsverður og eða 208 milljónir og í heildina litið þá hafa þessir kjarasamningar eða breytingar á kjarasamningunum, nýjir kjarasamningar, þau áhrif að gildandi launaáætlun hækkar samtals 414 milljónir króna og því vísa þá til fjármál- og greiningarsviðs við gerðar viðauka við fjárhagsáætlun 2025 og hér undir liðnum almenn mál. Í lið 2.3 þar erum við að fara yfir einangrun og kyndingu Fjarðabyggðarhallarinnar eins og ég fór stuttlega yfir í umsóknum styrki til fiskeldissjóðs og þarna erum við að raunin að fara yfir þær tillögur sem hafa verið lagðar fram hvernig gengi verði í framkvæmdir við höllina og þessi tillaga snýr þá að því að við förum og einangrum þakið með þessari aðferðafræði sem hefur verið kynnt og bara nánar útfærð af verkfræðistofunni þannig að það búið að kostnaðargreina þetta þarna og búið að vinna talsverða vinnu í því að skoða með hvaða hætti við færum þá í þessa framkvæmd og hvernig staðið yrði að framkvæmdum að kvoða þakið það krefst þess að við nálgumst verkefnið með ákveðnum hætti út frá veðurfarslegum aðstæðum. Við höfum verið að skoða hvernig þetta hefur verið gert annars staðar. Allt þetta vel framkvæmanlegt og við sjáum stóra verksmiðju með þessum hætti á Grænlandi þannig að veðurfarslega á þetta nú að ganga. Það eru háar ábyrgðir á þessum þökum sem eru gerða með þessum hætti. Þannig að allt saman lítur þetta nokkuð vel út og kostar umtalsvert minna en fyrri aðferðarfræðir sem við vorum að skoða. Þannig að við erum að vinna að því að fjármagna þetta verkefni og munum fara í þetta á þessu ári. Í lið 2.5 þar erum við að framlengja viðauka við samning sterkan Stöðvarfjörð. Þarna verið að framlengja það verkefni til 1 árs. Verkefni sterkur Stöðvarfjörður hefur bara reynst mjög vel. Það er mikil virkni í þessari vinnu í þeim verkefnum sem hafa verið ákveðin í verkefninu. Það mikil þátttaka á meðal íbúa í verkefninu. Það góð eftirfylgni, því vel stýrt af verkefnastjórunum. Og það mjög gaman að fylgjast með þeirri vinnu og þeim svona krafti sem hefur komið innan byggðarlagsins í gegnum það. Þannig að það verður mjög spennandi að fylgjast með áframhald á því.
Nú liður 2.7 hefur nú verið til umfjöllunar í fjölmiðlum og vakti talsverða athygli. Þar erum við að beina því til stjórnvalda og með ályktun þar sem að við erum að hvetja stjórnvöld til þess að meta það að nýju, hvort að hagkvæmt væri að opna á olíuleit á Drekasvæðinu að nýju. Ekki síst í ljósi þess að orkuskiptin er að ganga hægar en gert var ráð fyrir. Við erum að sjá ekki bara hér, heldur líka bara í heiminum öllum. Við sjáum það að Noregur er að blása til sóknar í olíu- og gasvinnslu og jafnframt leit. Og þar er verið að horfa á ný vinnslusvæði. Við höfum Drekasvæði, þar sem að við fórum í bergmálsmælingar á sínum tíma, lögðum talsverða vinnu í þetta verkefni. Það leit mjög vel út. Það er rannsóknir sem voru gerðar bentu til þess að það væri olía og gas í vinnanlegu magni á Drekasvæðinu og það er því að mínu mati ekki því til fyrirstöðu að ríkið í rauninni heimili Orkustofnun að gefa út rannsóknarleyfi að nýju og sjá svo hvað verður út úr því. Nú ef að fjárfestar eru tilbúnir að fara í olíuleit að nýju þá hlýtur það nú að gefa tilefni til þess að það er þá væntingar til þess að sé hægt að framleiða olíu eða vinna olíu á þessu svæði til áframvinnslu þá í olíuvinnslum, olíuhreinsistöðum og ég fyrir mitt leyti þá segi ég nú bara af hverju ekki. Við erum að horfa til þess að eftirspurn eftir olíu dregst mjög hægt saman. Við erum að horfa á allt aðrar forsendur heldur en voru hér fyrir nokkrum árum síðan þegar að bæði við og Noregur ákvaðu að hætta leit á olíu á Drekasvæðinu, draga tilbaka rannsóknarleyfin. Það var vegna þess að við vorum bara að horfa á að alþjóðlegt orkuumhverfi var að taka hröðum breytingum. Þar var verið að horfa á það að fara í mun meiri græna orku uppbyggingu, fara að leita nýrri orkugjafa. Það hefur ekki gengið eins vel eftir eins og væntingar stóðu til þá. Þess erum við að horfa til þess að eftirspurni er ekki að dragast saman. Tækniframfarir er að kalla á aukna olíunotkun eins og staðan er núna. Tækniframfarin er ekki að skila okkur því sem að við vorum að horfa á að það væri enn frekari eftirspurn eftir grænum orkugjöfum. Sannarlega er eftirspurn eftir grænum orkugjöfum að aukast en hvergi nærri eins og spárgerður á fyrir. Og auðvitað eru þetta ólíkar orkutegundir og auðvitað á aðal áherslu okkar að vera á það að fara í græna orkuuppbyggingu og við eigum að leita nýrra lausna í orkugjöfum. En það breytir því ekki. Næstu áratugina verður olía að öllum líkindum megin orkugjafinn. Og ég segi því bara af hverju ætti eitt að útiloka annað í þessum öfnum. Olíuleit ein og sér er gríðarleg atvinnuuppbygging. Það myndi þýða byltingu fyrir okkar öflugu iðnfyrirtæki. Það myndi þýða byltingu fyrir uppbyggingu á Egilsstaðaflugvelli og Norðfjarðarflugvelli. Þetta myndi þýða talsverða innspýtingu hér í íbúðauppbyggingu. Þetta eru gríðarleg umsvif sem þetta kallar á ef allt gengur eftir. Og ég segi bara áfram gakk og sé ekki því til fyrirstöðu að heimila olíuleit á Drekasvæðinu að nýju og bind vonir við það að þeir flokkar sem að tala aukna verðmætasköpun að þeir horfi á þennan valmöguleika. Það er engin stefnubreyting fólgin í því gagnvart grænum orkukostum, alls engin. Heldur það bara snýst að horfa á þann raunveruleika sem við búum við. Og mér finnst það ákveðin hræsni að tala þetta eins og þetta sé einhvers konar grín, að þetta sé einhvers konar afturhaldssemi eða afturför til fortíðar þegar við meira og minna keyrum öll á jarðefnaeldsneyti. Við erum það samfélag á Íslandi sem er einna mest háð olíu.
Við erum með bræðslurnar okkar sem er með 120.000 lítra af olíunotkun á dag þegar að bræðslurnar eru í gangi. Þannig að mér finnst þetta bara að gefa auga leið og get enga síður tekið hjartanlega undir þá bókun sem að Fjarðarlistinn var með og tel hana í rauninni ekki ganga gegn okkar bókun og virði bara þeirra afstöðu og þeirra bókun er skynsamleg. Við viljum öll tryggja orkuöryggi til framtíðar og leita að sjálfbærum lausnum en mitt mat er það að ég tel eitt ekki útiloka annað. Nú í fundargerð bæjarráðs númer 888 þar byrjum við á því að fara yfir uppbyggingu miðbæjarkjarna á Reyðarfirði. Eins og flestum ætti að vera kunnugt þá hefur fyrirtækið R101 lýst yfir áhuga á að fara hér í uppbyggingu á miðbæjarkjarna og þarna var verið að óska eftir því að fara í samstarf við sveitarfélagið og þar verið að leita eftir því að fá viljayfirlýsingu mögulega leigu á einni hæð, að sveitarfélagið myndi leigja eina hæð í húsnæðinu í þessu fyrirhugaða miðbæjarkjarna og myndi nýtast þar undir bæjarskrifstofu Fjarðabyggðar og við tókum vel í það erindi og bókuðum að það yrði þá að vera skilyrði fyrir því að við færum í slíka viljayfirlýsingu sem væri að sjálfsögðu ekki bindandi en væri auðvitað til þess að lýsa vilja sveitarfélagsins til þess að fara í þessa vinnu og fara í þetta samstarf. Skilyrði var það að þessi hæð myndi þá geta hýst alla bæjarskrifstofu sveitarfélagsins, þá bæði sem að þá hér í Mólanum og jafnframt á Búðareyrinni. Það er ákveðin tækifæri í því, bæði væru við að losa eignir sveitarfélagsins. Við værum þá og það sem er þar fyrst og fremst og megin ávinningurinn í því væru að við værum að sameina alla starfsemi bæjarskrifstofuna undir eitt þak sem að hefur óneitanlega kosti í för með sér. Í lið 3.2 þar fór bæjarstjóri yfir undirbúning sem að hefur staðið yfir varðandi fund þann 1. apríl uppbyggingu á grænum orkugarði á Reyðarfirði. Og þar er fundur með þingmönnum og hagaðilum. Bæjarráð tekur þátt í fundinum og jafnframt er formanni hafnarstjórnar og formanni skipulags- og framkvæmdanefndar boðað á fundin og áfram er þá unnið að undirbúningi þessa fundar og ég vona að þingmenn sjá sér fært að mæta. Brýn er þörfin, við sjáum það að verkefnastjórnin orkukosti er áfram að leggja það til að Hamarsvirkjun verði í verndarflokki sem er talsverð vonbrigði. Við þurfum á Hamarsvirkjun að halda í þessu verkefni sem jöfnunar orku gagnvart vindmyllugarðinum og því vonast ég til þess að þingmenn og ráðherrar mæti á svæðið og sjáu hversu brýnt það er að við höldum áfram í þessu verkefni. Þarna er svo sannarlega tækifæri til sjálfbærar orkunýtingar og ef okkur er alvara í orkuskiptunum þá gefur það auga leið að við þurfum að leita að orkukostum og virkjunarkostum. Nú í lið 3.3 þar vorum við að fara yfir flýtingu vegtengingar Suðurfjarðarvegar, þarna vorum við að fagna þeirri yfirlýsingu sem kom á landsþingi sambandi íslenskra sveitarfélaga þar sem að innviðaráðherra háttvirtur var að fara yfir það að hefja ætti strax uppbyggingu á samgöngukerfinu og þá sérstaklega með tilliti til þeirra vega sem að eru konur í skuld gagnvart viðhaldi og við töldum því ástæðu til þess að bóka og vekja athygli á því að Suðurfjarðarvegur fellur þar klárlega undir og vorum þar jafnframt að árétta að brýrnar Suðurfjarðarveg, sérstaklega þær sem eru yfir Sléttuá og Stöðvará og Stöðvarfirði, þær þurfa að vera í forgangi en auðvitað eru þarna fleiri einbreiðar brýr eins og yfir Dalsá og Fáskrúðsfirði sem að þurfa að komast á áætlun.
og það því mikilvægt að við vekjum athygli á þessu og sjáum til þess að Suðurfjarðarvegur sé framalega í forgangsröðun nýs innviðaráðherra. Svo var þarna tekin fyrir undir lið 3.6 breyting á deiliskipulagi miðbæjar Reyðarfjarðar, Ægisgata 6. Þarna verið að fara yfir betri nýtingu á þessum miðbæjarreit og leita lausna til þess að sjá hvort að við getum nýtt reitin ennþá betur gagnvart þeim miðbæjarkjarna sem fyrirhugað að rísi á svæðinu og þá verið að ræða við þá lóðarhafa sem eru á reitnum, jafnvel skoða það hvort það sé hægt að fara í makaskipti, allt til þess að stækka þennan reit og tryggja að við getum nýtt þessa uppbyggingu með sem bestum hætti gagnvart miðbæ Reyðarfjarðar og samfélagsins alls. Þér, Stefán Þór Eysteinsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Stefán. Frú forseti, bæjarstjóri, kjörni fulltrúar og aðrir starfsmenn. Að fá að fara yfir nokkra fundaliði í þessum fundagerðum sem við teknum fyrir, kannski ekki alveg bargar og bæjarfulltrúi Ragnar Sigurðsson, en allavega nokkra. Undir fundagerð 886, reyndar langar með bréfa og skaði góðs gengis á þínu fyrsta fundi sem forseti bæjarstjórnar. Hljóma kannski þessi að vera með vandræði en engar áhyggjur. Undir fundagerð bæjarráðs 886 langar með þess að koma inn á mál 1.7 sem heilsuefling fyrir eldri aldurshópa sem þetta Janusarverkefni. Þarna vorum við eins og Ragnar kom inn á og að fara yfir þessi drög að þessum samningi og þetta auðvitað eins og við þekkjum öll. Það hefur verið bara gríðarlega vel látið af þessu verkefni. Þetta auðvitað, það að halda því til haga, þetta auðvitað verkefni sem fór á staðandi fórustu fyrir meirihluta og verkefnið og árangur verkefnisins hefur verið alveg gríðarlega góður. Við séð það í skýrslunum sem við fengið og vel að þessu látið og þetta auðvitað svona breytinga í þessi stað í því hvernig haldið utan þetta og við svo sem bæðinn í fjölskyldunefnd og svo í bæjarráði og alls það verið sammála það að það er bara spennandi að sjá hvernig þetta muni þróast núna áfram það sem þetta er komið í hendur annara aðila en allir sammála það að nauðsynlegt að fylgja því vel eftir og við munum svo sannlega sjá til þess að það verði gert. Aðeins varandi lið 1.10 sem upplýsingafundur áhrif vindorku. Þarna barst okkur erindi frá Náttúruverndarsamtökum Austurland sem fyrirhugaðan kynningarfund áhrif vindorku. Áhugavert erindi sem barst frá þeim. Þetta fundur sem halda með landvernd að með skilst. Þetta þetta svona áhugaverðar áherslur sem munu fara þarna fram og eitthvað sem eitthvað sem við ættum ekki að láta fram hjá okkur fara. Þetta þetta eitthvað sem hefur ekki verið mikið svona rætt á svona skynsamlegum nótum og mjög mikilvægt að það sé gert og vildi bara vekja athygli á þessu erindi. Nú undir fundagerð bæjarráðs 887 mál 2.3 sem einangrun og kynding í Fjarðabyggðarhöllinni. Eins og svo var komið inn og það komið tíma að þessu að það veri farið í þetta verkefni og það hefur svo sem alla tíð verið samhljóður í nauðsyn þess að stíga það skref að fara í þetta verkefni. Það auðvitað þessi fjármögnun sem vandamál og eins og kom fram hér áðan, þetta auðvitað dýrt, kostnaðarsamt, flókið verkefni og það ófjármagn eins og staðan núna en sóttum búið að sækjum fyrir því auðvitað inn í fiskeldissjóð og vonandi kemur eitthvað út í því en auðvitað gríðarlega mikilvægt að það sé stigið þetta skref og við sjáum bara hvað kemur út úr þessu með fiskeldissjóðin sem og auðvitað með þetta efni sem á að nota og hvernig því framvindur öllu saman. Varðandi lið 2.5 sem verkefni sterkur stöðvarferður. Þarna var eins og Ragnar kom inn á viðaukjum samningin þar sem verið að framlengja verkefni 1 ár. Tek hjartanlega undir með Ragnari í því að það er búið að vera gríðarlega gaman að sjá hvernig þessu verkefni hefur undið fram. Maður hefur séð gríðarlega mikinn stíganda í bæði verkefnunum sem hafa verið sækjum í sjóðin og öllum verkefnum sem hafa verið unnin á þessum tíma í samfélaginu og það er búið að vera ákveðin lyftistöng og bara virkilega gaman að fylgjast með því og sjá hvernig þetta hefur svona þjappað samfélaginu saman og þessi
framlengingu þetta gríðarlega mikilvæg í að halda þessu áfram sem og auðvitað svo eftirfylgni þegar að þessum samningi lýkur. Það auðvitað mikilvægt að við grípum utan það verkefni þegar að því kemur til þess að tryggja það að þessar framfarir sem hafa orðið í samfélaginu þær hverfi ekki á braut þegar að þessu verkefni lýkur. Aðeins inn á lið 27, olíuleit á Drekasvæðinu eins og Ragnar kom inn á. Þetta auðvitað mál sem hefur verið töluvert í umræðinu allt land, getum við sagt, og við svo sem við sátum hjá þessa afgreiðslu eins og kannski kemur bara fram í bókunni þar erum við kannski meira að horfa til svona að tryggja þetta orkuöryggi sem auðvitað gríðarlega mikilvægt og það má alveg halda því fram að hlutirnir hafi svo sannarlega breyst ansi hratt á síðustu árum og síðustu mánuðum og það er þetta gríðarlega mikilvægt að menn hugsi til framtíðar með orkuöryggið í huga og við viljum auðvitað það sé gert með sjálfbæra lausnum í huga og við séum að huga þessum orkuskiptum og þetta þarf auðvitað alltaf að taka mið af langtíma hagsmunum samfélagsins og eins og bara við segjum í okkar bókun, þetta er auðvitað gríðarlega flókið mál. Ég þekki ekki alveg nægilega vel forsöguna og hvenær er nú leitin og hægt á sínum tíma. Þetta voru erlendi fjárfestar ef ég maður rétt sem komu og svo hurfu á braut og mátu það sem svo að þarna væri mögulega ekki fýsilegt að halda áfram en ég held að einmitt í þessu samhengi hvað varðar orkuöryggið það er auðvitað gríðarlega mikilvægt að það sé hugað þessu og menn skoðu þetta frá öllum sjónarmiðum. Aðeins inn á fundargerð bæjarráðs 888 lið 3.1 sem er uppbygging með bæjarkjarna. Við auðvitað fögnum öllum áformum uppbyggingu og þarna er auðvitað metnaðarfullt verkefni svona allan í fyrstu sín. Við erum svo kannski ekki fengið að vita mikið um þetta verkefni en auðvitað nauðsynlegt að skoða hvað í því felst og við munum auðvitað gera það þegar við fáum einhverja meiri haldbærari upplýsingar í hendur og með öll svona verkefni þetta og meðal annars þetta þá auðvitað þarf að horfa á það með gagnrýnum augum og við munum auðvitað gera það þegar að því kemur að taka einhvers konar ákvörðun í þessu en að fá einn aðra sem hefur áhuga á einhvers konar uppbyggingur auðvitað fagnaðarefni og við munum auðvitað skoða þetta vel og vandlega. Aðeins inn á lið 3.3 sem er þessi flýting vetteikingar Suðurfjarðavegar. Við svo sem höfum alla tíð verið sammála í þessu máli og það í grunninn er bara nauðsynlegt að tryggja öruggar og trausta samgöngur á Austurlandi og það er í rauninni svolítið grunnurinn í því sem við höfum alla tíð talað fyrir og það er auðvitað fagnaðarefni að ráðherra boðið þarna þetta framkvæmda fé eða menn ætla að fara í framkvæmdir og svo sem ný ríkisstjórn hefur talað fyrir því og þetta er gríðarlega mikilvægt að við höldum okkar málum áfram hátt uppi á lofti og hvetjum auðvitað nýja ríkisstjórn til að líta sérstaklega til Suðurfjarðavegar og þessar uppbyggingar sem þarf að eiga sér stað þar. Þetta er gríðarlega mikilvægt, við erum bara búin að horfa á þennan veg grotta niður síðustu áratugi líka við, þannig að það er svo sannlega komið tími á að þarna fari einhver uppbygging í gang. Aðeins inn á 3.9 sem er hagsmunaskrána kjörinna fulltrúa. Þarna vorum við í raun og veru að leggja fram tillögu að sveitarfélagi tæki sér í raun og veru upp fast verklag varðandi hagsmunaskráningu kjörinna fulltrúa og þá vorum við sérstaklega svo sem að horfa á fulltrúi í bæjarstjórn sveitarfélagsins. Og tilgangurinn í rauninni með hagsmunaskráningunni svona eins og þið kannski getið lesið í tillögunni sjálfri er bara að efla traust og gagnsæi í stjórnsýslunni og kannski bara gagnsæi varðandi hagsmuni kjörinna fulltrúa og það í rauninni sjálf og sér myndi dragur allir í tortryggni og auðvitað auka traust almennings til bæjarstjórnar og það auðvitað gefur auga leið að íbúar eiga rétt að vita hvort og hvernig kjörnir fulltrúar kunna vera tengd í málum sem þið fjallum og þetta myndi vonandi tryggja það að kjörnir fulltrúar, ég er ekki að segja það sé ekki þannig í dag en þetta myndi allavega tryggja það að kjörnir fulltrúar myndi gæta almennra hagsmuna íbúa sveitarfélagsins á þessa persónulegir hagsmunir sem myndi hafa áhrif á þarna. Þetta er þróun sem við erum að sjá bara víða í öðrum sveitarfélögum og svona mínum átti ekki til þessari tillögu til að hræðast og kannski bara eðlilegt í þessu lýðræði sem við búum í dag að þetta sé eitthvað sem sé tekið upp. Við sjáum þetta víða Alþingi og stærri sveitarfélögum og minni sveitarfélög að taka þetta upp og já, þannig að þetta var svona svo tillaga sem lá fyrir þar. Reyndar í lokin varandi fundargerð bæjarráðs 886 það hafi ekki verið liður 1-2 með þær umsóknir sem fóru inn í
inn í fiskeldissjóðinn. Ekki beina þetta til þín. Hvaða umsóknir nákvæmlega fór inn frá okkur? Bara þannig að það sé alveg með á hreinu. Já, ekki meira og meira, takk. Takk fyrir. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljós undir fundargerðum Bæjarráðs? Ragnar, gjörðu svo vel. Ha? Já, fyrir ekki, sagði. Já, ég ætla að bæta hérna örlítið við, ég ætla að byrja hérna á því sem kom fram, bara svona til þess að veita þá dýpri upplýsingar það, varðandi olíuleit á Drekasvæðinu. Ég tek alveg undir með því sem hefur framkomið hér og legg í rauninni bara enn ríkari áherslu á að það sé farið í þetta verkefni. Þetta er að öllu leyti, myndi hafa öllu leyti jákvæð áhrif hér á atvinnu uppbyggingu í sveitarfélaginu. Það sem að Stefán kom hér inn á varðandi ástæðu þess að olíuleit hafi verið hætt á sínum tíma, það sneri ekki að því að fjárfestar litu á að það væri ekki fýsilegt að halda áfram leit á svæðinu. Það sneri að því að Norðmenn ákvaðu að setja forgangsröðunina annars staðar í græna orkuuppbyggingu, drógu úr olíuleit á sínu svæði og drógu úr ríkisstyrkjum til olíuleitar sem var til þess að einn af 3 fjárfestum verkefnisins dró sig tilbaka og þar með féllu forsendurnar út, en aftur á móti gáfu þær rannsóknir sem að voru unnar mjög góð fyrirheit. Svo var bergmálsmælingarnar sýndu að þarna væri mögulega það sem að Norðmenn kalla elefant, sem að risa olíulind og það mikið af olíu og gasi að það væri vel vinnanlegt. Þannig að það vissulega enn til staðar áhugi á olíuleit á Drekasvæðinu, sem væri svo sannarlega ekki ef að það hefði verið metið svo að það væri ekki fýsilegt að stunda þarna olíuleit, og það kemur einna helst fram í því að það er ofboðslega kostnaðarsamt að framkvæma olíuleit á Drekasvæðinu og fjárfestar væru ekki að sýna því áhuga nema að því að það væri þetta mikið magn á þessu svæði og væri þá það mikil arðsemi í því að finna þar olíu og kanna hvernig væri hægt að vinna olíu á svæðinu. Menn væri ekki reiðbúnir að fara í slíkan kostnað nema það væri þá einmitt fýsilegt. Svo varðandi lið 3.9, þá er þetta bara hið besta mál varðandi hagsmunaskráningu kjörinna fulltrúa og eins og Stefán kom inn á þá er víða verið að setja slíka reglur. Akureyri, Kópavogur og Hafnarfjörður að mig minnir er með slíka hagsmunaskráningu. Ég setti spurningamerki við hvort að þetta ætti eiga líka við varabæjarfulltrúa og svona er auðvitað ekki aðalatriðið en mér finnst mikilvægt að þetta sé ekki íþýkjandi fyrir þá sem að eru ekki alla jafna að sinna trúnaðarstörfum fyrir sveitafélagið. Það er að segja að varabæjarfulltrúar sé ekki með þær kvaðir að þurfa að vera að uppfæra upplýsingar sína hagsmuni, séu þeir ekki virkir í bæjarstörfum sveitafélagsins. Þannig að ég held að það sé nú svona almennt séu við nú sammála það. En svo svona bara auðvitað til þess að meðan við erum að vinna þetta þá er auðvitað ekki því til fyrirstöðu að kjörnir fulltrúar birti þessar upplýsingar og það er auðvitað vettvangur fyrir það á heimasíðu sveitafélagsins. Til að mynda ég sem að birti alla mína hagsmuni á minni síðu, upplýsingasíðu mig sem kjörinn fulltrúa á vef sveitafélagsins. Þannig að ég myndi ekki hafa neinu við það að bæta í þessara hagsmunaskráningu þegar hún kemur. Takk fyrir. Elísbjörn, hann hefur beðið um orðið.
Já, forseti, bæjarstjóri og kjörnir fulltrúar, nokkur orðum fundargerðir bæjarráðs. Fyrst af öllu bæjarráð 886 liður, akstur barna og knattspyrnuæfingar. Ég fagna þessu erindi og auðvitað er mikilvægt að vera sífellt á tánum, að reyna að bæta þessa þjónustu í sveitarfélaginu öllu og þó ekki síst á Suðursvæðinu, í Breiðdalsvíkur, Stöðvarfirði og Fossfirði og eins og segi sveitarfélaginu öllu til þess að jafna aðgengi allra barna í sveitarfélaginu að íþróttaiðkun. 1.13 kílómetragjald á ökutæki. Það er mikilvægt að stjórnvöld gerir sig grein fyrir því að hvaða áhrif þetta getur haft á landsbyggðina, vöruverð, kostnað vegna samgangna og svo mætti lengi telja. Það mætti í raun og veru líta á auknar álægur á ökutæki, sérstaklega þá flutningsökutæki sem eins konar landsbyggðarskatt og já, mikilvægt bara að stjórnvöld hafi þetta í huga þegar er verið að auka álögur, sérstaklega ekki ef hann á ekki að lækka eldsneytisverð á móti eins og var svo sem lagt upp með í byrjun þegar var farið að skoða þetta kílómetragjald. Nú ef að hækka á álögur og ökutæki þá gerum við ráð fyrir því að meira verið gert í samgöngumálum strax og heldur en gert er nú þegar og með öðrum orðum að fjármagnið skili sér tilbaka út í landsbyggðina á sanngjarnan hátt. Fundargerðir liður 1.15, fundargerðir samtaka SVF á köldum svæðum 2025 beina þeim tilmælum til stjórnvalda að skoða með hvaða leiðum hægt er að jafna orkukostnað, bæði fyrir fyrirtæki og heimili á landsbyggðinni og jafnframt að blása enn frekar til sóknar vegna jarðhitaleitar. Þetta er svo sem mál sem öll sveitarfélög á landsbyggðinni hafa ítrekað talað og bara gott að árétta þetta hér. Bæjarráð 888, liður 3.3, flýting vegtengingar Suðurfjarðarvegar. Ég vil taka bara undir með Ragnar og Stefáni og þessa ágætu bókun sem var sett fram. Þetta er svo sem ég held að sé búið að orða þessa bókunni á allan hugsanlegan hátt í gegnum árin vegna þess að við náttúrulega erum búin að kalla eftir þessu í áratugi að Suðurfjarðarvegur verði settur bara á oddinn og þar verði ráðist í framkvæmdir strax. Samgöngur eru grundvallarforsenda fyrir allri uppbyggingu í sameinuðu sveitarfélagi. Ríkið hefur sett pressu á minni sveitarfélög að sameinast og það er mikilvægt að ef að á að hagræða og hagræði rekstri sveitarfélaga þá séu samgöngur til þess fallnar að styðja við það. Það er algjör forsenda þess að sé hægt að hagræða í rekstri sveitarfélaga að samgöngurnar bjóði upp á slíkar hagræðingar. Takk. Takk fyrir þetta og Jón Árni hefur beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar, því að beint til mín að fara aðeins yfir hvaða umsóknir fóru inn í fiskeldissjóð. Umræðan í bæjarráði var á þeim tíma að við vorum með 5 verkefni undir. Það fóru 4 umsóknir inn. Það var forgangsraðað eftir svona mikilvægi og líka fjárhæðum sem menn voru að kalla eftir. Þannig að það sem var fjármagnað í fjárhagsáætlun sveitarfélagsins var endurbæturnar tengt Reyðarfjarðarskóla. Þannig að sú umsókn fór ekki inn að þessu sinni en við vitum að þetta verkefni verður framhaldsverkefni, mögulega til einhverja 2 til 3 ára. Þannig að það var settur forgangur á meðal annars Fjarðabyggðarhöllina til þess að reyna að ná árangri í því að fá inn verkefni sem svona matmanna var að væri mestu þörf fyrir heildarfjármuni í akkurat núna til að koma af stað. Þannig að þetta var niðurstaðan og þetta fór inn. Takk fyrir. Eru fleiri sem vilja kveða sér ljós? Stefán Þór, gjörðu svo vel. Forseti, og bæjarstjóri, takk fyrir þetta. Ég var bara ekki alveg viss, þannig að það er bara fínt að fá þetta. En mér langar bara að taka undir með það sem Elís Pétur var að segja eins og með kílómetragjaldi við sem tókum þetta fyrir í bæjarráði og ræddum þetta vel og lengi og það eru þetta ákveðnar áhyggjur sem við á landsbyggðinni höfum af þessu. Það er reyndar ágætis heimasíða tók eftir það sem við farið yfir spurt og svarað og svona farið yfir hvernig menn er að reyna að stilla þetta af þannig að þetta kom ekki niður á landsbyggðinni. En ég held samt að það sé
gríðarlega mikilvægt fyrir okkur hér inni að fylgjast vel með því og tryggja það og sína því aðhalda að þetta mun ekki á endanum lenda á landsbyggðinni eins og vill svo oft verða en það er allavega, maður sér það lagt upp með svona góða hugsun í þessu en það er auðvitað okkar að fylgjast vel með því að svo sé. Og varandi lið 1.15 bara hjartanlega sammála þessu með orkukostnaðinn. Hann hefur auðvitað á sérstaklega þessu köldu svæðum og fyrir okkur út á landsbyggðinni og því hafið eflaust öll sjálf tekið eftir því bara á ykkar eigin reikningum og heyrt það í umræðinu að þessi kostnaður hann hefur bara hækkað gríðarlega mikið á síðustu 2-3 árum og ég veit svo sem að ríkisstjórnin er núna búin að kynna ákveðin svona úrræði og ákveðnar lausnir eða svona leiðir sem þeir vilja fara en að samanskapi það er áfram okkar að sína aðhald og tryggja það sé að skila sér hérna til okkar á landsbyggðina í þessu. En já, fleira ekki frá mér. Takk. Fyrir. Eru fleiri sem vilja kveðja sér ljós undir fundargerðum Bæjarráðs? Svo virðist ekki vera, þá ætlum við að bera hana upp til samþykktar og þeir sem, já, rétt bendið og hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin undir lið fundargerð skipulags- og framkvæmdanefndar númer 28 og orðið er laust hana. Gjörðu svo vel, Þuríður. Forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar, örfáir liðir sem ég langa að koma hér upp og ræða undir fundargerð umhverfisskipulagsnefndar. Fundi 28, það var fyrst 4.12 og 4.13 en mér langaði að þakka ungmennaráði fyrir góð erindi. Annað fjallaði söndun, gatna og gangstétta og hitti ruslatunnur og staðsetningu þeirra í sveitarfélaginu. Bæði mjög mikilvægt og hefur málunum verið vísað til frekari úrvinnslu á skipulags- og framkvæmdasviði. Vonandi er vorið þó komið og þar leiðandi verður verklag söndunar rýnt og ráðið bót á því fyrir næsta vetur. En þó veit maður aldrei að geta svo smátt eftir að snjóa. Og hvað varðar ruslatunnurnar þá óskaði nefndin eftir tillögum frá starfsmanni úrbætur varðar staðsetningar. En það er fyrir séð að þurfa að fjölga þeim og sérstaklega fjölfarnar gönguleiðir. Og ef vel gengur ætti að vera hægt að byrja á þessu verkefni núna í vor. Svo er það 4.15 en það er komið tími til að hefja undirbúning að verkefninu vor í Fjarðabyggð. Það tókst vel til í fyrra og viljum við reyna að lyfta enn hærra í vor með vonum góð þáttöku íbúa og fyrirtækja í öllum byggðarkjörnum. Og ef allir taka saman höndum þá getur unnist margt gott fyrir fegrun umhverfisins og ásýnd sveitarfélagsins sem kemur sér vel inn í komandi sumar. Þannig ég hvet íbúa til að fylgjast með á næstu vikum þegar við förum að auglýsa það nánar. Að lokum var það 4.18, það er úrgangsmál textíll. Við vitum að það er mikilvægt og brýnt að finna textíl nýjan farveg þar sem Eimskip hefur hætt móttöku á honum enda er þetta sveitarfélagsins að finna farveg fyrir hann. Mikilvægt er að koma upp margumræddum grenndarstöðum og þar eru hægt að henda textílmál og gleri til að byrja með. En þetta eru þeir flokkar sem er skylt að hafa á grenndarstöðum samkvæmt nýrri reglugerð. Skipulags- og framkvæmdanefnd er búin að ákveða fyrir sitt leyti hvernig ílát verði sett upp fyrir grenndarstöðar og er mikilvægt að vinna hratt að þessum málum. Vankantun er þó sá að það er misjafnt eftir byggðarkjörnum hversu öflug starfsemi Rauða krossins er. Það er starfsmenn og sjálfboðaliðar og ef þeir hafa ekki tök á að fara yfir textílinn verður honum fargað. Þannig ég hvet áhugasama sem að hafa tök á því að fara í þetta verkefni, tök á því eða áhuga að hafa samband við Rauða krossin. Fleira var það ekki, takk. Takk fyrir. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir fundargerð skipulags- og framkvæmdanefndar? Elísabet, gjörðu svo vel. Mér langaði bara að taka undir með Þuríði varðandi 4.15, var ekki 4.15 að 4.14 voru í Fjarðabyggð. Það er mikilvægt að lyfta þessu verkefni upp til vegs og virðingar og hvet bara alla bæði íbúa og sveita og fyrirtæki til þess að taka höndum saman þegar að þetta verkefni verður kynnt og taka til og gera fallegt. Það er alltaf löngu komið vor í Fjarðabyggð, sko. Það er búið að vera vor í að vera mánuð og þannig að þetta ætti nú ekki að auðvast fyrir okkur að gera þetta bara vel
og já, mikilvægt að við sinnum þessu því að það er allstaðar hægt að bæta og taka til og gera fallegt. Takk. Takk fyrir. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir fundargerð skipulags- og framkvæmdanefndar? Svo virðist ekki vera, þá ber ég hana upp til samþykktar, þeir sem þar samþykkja vinsæla skefimerki og hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin að fundargerðum fjölskyldunefndar númer 28-29. Vill einhver kveða sér hljóðs? Jóhanna, gjörðu svo vel. Forseti, ég ætla að byrja að fundargerð fjölskyldunefndar númer 28 og fyrst mál 5.2 samkennsla Breiðdals og Stöðvarfjarðarskóla en fjölskyldunefnd samþykkti á fundi sínum tillögum að breyta kennslufyrirkomulagi í Breiðdals og Stöðvarfjarðarskóla með því að seinka skólabyrjun til klukkan 8:30 og svo samþykkti nefndin líka að samkennslan fari fram þannig að kennt verði 3 daga á öðrum staðnum og 2 daga á hinum staðnum. En þetta var að beiðni skólastjóra og var búið að fara fyrir skólaráð og svoleiðis í Breiðdals- og Stöðvarfjarðarskóla. Þannig að það var ekkert nema sjálfsagt að verða við því. Svo mál 5.3 samþætting í þágu farsælda barna en fjölskyldunefnd fékk mjög góða kynningu á samþættingu í þágu farsælda barna og innleiðingu í Fjarðabyggð. Þetta er að mínum að þetta er mjög flott starf sem starfsfólk Fjarðabyggðar er að vinna og við getum verið afar stolt af því. Svo er það fundargerð fjölskyldunefndar númer 29 en mál 6.2 lengri opnun sundlega yfir páskana og þar var lagt fyrir nefndina að sundlegin á Eskifirði yrði opin til 18 yfir páskahelgina og miðvikudaginn fyrir páska til að koma til móts við gesti skíðasvæðisins í Oddsskarði. Og fjölskyldunefnd samþykkti það, þannig að nú er bara að vona að það verði frábært veður páskana og skíðafæri, svo að sé hægt að fara á skíði og skella sér svo í sund. Og fleiri sundmál, mál 6.4, sterkur Stöðvarfjörður, beiðni lengingu opnunatíma Sundastöðvarfjarðar en vegna fyrirspurnar frá verkefninu sterkur Stöðvarfjörður lengri opnunatíma sundlaugarnar á Stöðvarfirði var unnið í samstarfi við íbúasamtökin á Fáskrúðsfirði og Stöðvarfirði að mögulegri breytingu á opnunatímum á sundlaugum á þeim stöðum. Fjölskyldunefnd samþykkti að breyta opnunatíma sundlauga á Fáskrúðsfirði og Stöðvarfirði en lögð var samt áhersla á að það verði tryggt að sundlaugin á Fáskrúðsfirði verði opin á meðan franski dagar standi yfir, þannig að íbúar og gestir geti notið þjónustunar í tengslu við hátíðina. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Jóhanna. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir fundargerðum fjölskyldunefndar? Stefán, gjörðu svo vel. Forseti, aðeins að fá kveða mér hljóðs hérna undir fundargerð fjölskyldunefndar númer 28. Mál númer 5.1 sem var úthlutun kennslutíma til grunnskóla fyrir 2025. Þarna voru við að fara yfir ákveðnar breytingar sem hafa orðið á kennslutímamagninu og þessar tillögur sem var lágu fyrir nefndin í rauninni að miklu leyti verið unna með skólastjórnendum sem eru þetta gríðarlega mikilvægt að sé gert og þarna voru svona ákveðnar breytingar sem áttu sér stað á kennslutímamagninu og til að mynda var verið að minnka hópana, eitthvað sem hafði verið breytt við síðustu breytingu og eitthvað sem við svo sem á fundinum við 376 hérna í bæjarstjórn við einmitt bókum það væri eitthvað sem væri ekki happaskref þannig það er jákvæmt að sjá að það sé verið að stíga þarna tilbaka með þetta og svona heilt yfir sýnist manni að verandi kennslutímamagnið að þarna sé verið að koma til móts við skólastjóra að miklu leyti en þetta er klárlega eitthvað sem áfram þarf að rýna þannig að þetta voru gerðar ákveðnar breytingar og bara mikilvægt að halda áfram að rýna það en þetta var svo samþykkt á fundurum. Aðeins varðandi
5-3 sem er samþættingi í þá fasteignar. Ég tek heilsugar undir með Jóhunu í þessu. Þetta var virkilega góð kynning og greinilega virkilega gott starf sem er að eiga sér stað hérna í Fjarðabyggð og hérna bara var virkilega fróðlegt að fá að heyra þetta erindi. Það er auðvitað ýmislegt þarna sem er svona í gangi en við í rauninni fengum þarna mjög góða kynning á þessari starfsemi og virkilega jákvætt. Aðeins varðandi mál 6.5 og 6.6 umgengisreglur, sérstakt áhugamál formanns fjölskyldunefndar. En það er auðvitað jákvætt að sé verið að samræma reglurnar hérna fyrir bæði sundlaugarnar og íþróttahúsin í Fjarðabyggð og ekkert með jákvætt það að segja. Fagna þessu sérstaka áhugamáli á formanninu, en ekki meira um mér. Takk. Takk fyrir þetta, Stefán. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir fundargerðum fjölskyldunefndar? Svo virðist ekki vera. Þá ber ég fundargerðnar upp til samþykktar. Þeir sem það samþykkja vinnusamlega skifumerki og þær eru samþykktar með 9 atkvæðum. Þá erum við komin að fundargerð Hafnarstjórnar númer 323. Vill einhver kveða sér hljóðs undir þeim fundargerðum? Svo virðist ekki vera. Þá ber ég hann upp til samþykktar, þeir sem hana samþykkja vinnusamlega skifumerki og þær eru samþykktar með 9 atkvæðum. Og þá erum við næst komin að fundargerð stjórn menningarstofa númer 15. Vill einhver kveða sér hljóðs undir þeim forritargerð? Svo virðist ekki vera. Þá ber ég hann upp til samþykktar, þeir sem það samþykkja vinnusamlega skifumerki og hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Og svo er það fundargerð fjölmenningarráðs númer 1. Er einhver sem vill kveða sér hljóðs? Ragnar Sigurðsson, gjörðu svo vel. Ég ætla nú ekki að fara yfir fundargerð fjölmenningarráðs í löngu máli. Ég ætla nú bara að vekja athygli á að þetta er fyrsta fundargerð fjölmenningarráðs sem er lögð hér fyrir og mjög ánægjulegt að þau séu tekin til starfa. Þetta er fjölbreyttur hópur sem skipar fjölmenningarráð og það er mjög skemmtilegt að sjá hversu vel undirbúin þau mæta til leiks. Þau eru mjög frjó með mjög framsæknar og skemmtilegar hugmyndir og það verður mjög svo skemmtilegt að fylgjast með starfsemi fjölmenningarráðs áfram. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem kveða sér hljóðs undir fundargerð fjölmenningarráðs? Svo virðist ekki vera. Þá ber ég hann upp til samþykktar, þeir sem það samþykkja vinnusamlega skifumerki og hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin hérna í almenn mál og almenn mál nummer 10, það er umgengisreglur íþróttavalla og Fjarðabyggðarhallarinnar. Þar er vísað frá bæjarráði til staðfestingar bæjarstjórnar drögum að umgengnisreglum íþróttavalla Fjarðabyggðar og Fjarðabyggðarhallarinnar. Vill einhver kveða sér hljóðs undir þeim lið? Svo virðist ekki vera. Þá ber ég þær upp til samþykktar, þeir sem það samþykkja vinnusamlega skifumerki og það eru samþykktar með 9 atkvæðum. Þá er hérna almennt mál númer 11, fjárhagsáætlun 2024, viðauki 5. Þessi viðauki er gerður til að mæta áhrifum af nýjum kjarasamningum, veikindalaunum á tímabilinu í júlí til desember 2024, úthlutun úr símenntunarsjóði og námsstyrkja á árinu og útgjalda samþykktra af bæjarráði. Þar er A-liðurinn úthlutun fjármagns vegna kjarasamninga til deilda í A- og B-hluta að fjárhæð 49,9 milljónum króna. B-liður er úthlutun fjármagns vegna veikindalauna til deilda í A-hluta að fjárhæð 33,6 milljónum króna. C. Úthlutun fjármagns vegna símenntunar starfsmanna til deilda í A-hluta að fjárhæð 10,6 milljónum króna. D. Úthlutun fjármagns vegna námsstyrkja starfsmanna til deilda í A-hluta að fjárhæð 2,3 milljónum króna og úthlutun fjármagns vegna tilfallandi ófyrirséð kostnaðar til deilda í A-hluta að fjárhæð 6 milljónum króna. En ofangreindi liðir hafa þau áhrif á fjárhag Fjarðabyggðar að áætluð rekstrar niðurstaða A-hluta batnar 4,7 milljónir og er nú áætluð jákvæð 205 milljónir og lækkar
sömu fjárhæð í B-hluta og áætluð jákvæð 418 milljónir. Engin áhrif af þessum breytingum á samstæðuna þar sem gert var ráð fyrir þessum kostnaði í upphaflegri fjárhagsáætlun og eingöngu að ræða tilfærslur á milli málaflokka og deilda. Einhver sem vill kveðra sér hljóðs undir þessum lið? Svo virðist ekki vera. Þá ber ég viðaukann upp til samþykktar. Og hann samþykktur með 9 atkvæðum. Þá það síðasta mál, það málstefna, en það vísað til laga stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls. En þar sveitarfélaginu skylt að setja okkur málstefnu og hér lögð fram drög að málstefnu fyrir Fjarðabyggð til fyrri umræðu. Einhver sem vill kveða sér hljóðs undir þeim lið? Svo virðist ekki vera. Þá ber ég hann upp til samþykktar að vísa málstefnu Fjarðabyggðar til síðari umræðu. Já, þeir sem hana samþykja mun sem skefið merki og hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá segi ég hér með fundin slitið og boðað verði til næsta fundar með löglegum fyrirvara og hann auglýstur á heimasíðu sveitafélagsins. Takk fyrir.